too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Skellir hlægjandi hlustendur, þetta hlaðvarpið Tveir á toppnum. Okkur telst til að þetta sé þáttur númer #127. Það er rosalegt. Og þetta einn af þessum tímamóta þáttum. Þess að við erum með gest. Já, og það galið að tala að þáttur 127 sé eitthvað mikið í kringu þennan gest, sko. Já. Það samt vel gert, sko, 127 þættir. Já, það samt bannað að hlæja okkur þetta. Það má hlæja hér. Já, ok. Já, ég byrja að fá þetta svolítið núna, sko. Það eins og maður á djamminu gamla dag, herru, viltu ógeðstrik? Þetta svona, hvað má ekki alveg hlæja þetta? En heiður voru mætur. Það Auðun Blöndal. Já. Og mér sé á heimavelli því við erum að taka þetta upp í stúdíu í FM Blöð. Já, þess náttúrulega með þess að segja að hækka, það hækka sleðan á all aðeins. Já, þegar þeir hann eru við, sko. Vá, nú heyrðist betur í okkur, sko. Vá, geðvikt. Alltaf svít ég reglulega og gerir símaðut. Já, og náttúrulega bruggar ógestir ekki Ármóður. Við, eftir mann vorum við eiginlega vinnifélagar, sko. Þá, átti ekki Jón Ásgeir allt saman, sko, Fréttablaðið og Stöð 2. Já, 365. Já, 365, Já. Og þá var ásláttíð og þá Auddi var með skemmtiatrið og það var kallað upp eitthvað fólk upp á sviðu til þess að drekka ógistri. Og ég náttúrulega var sendur fyrir hönd Fréttablaðið. Já, ok. Þetta vel látt síðan, sko. Já, þetta verið sko 2006. Já, 2005, jafnvel. Já, þetta áður fyrir niðrittir. Já. Þetta 2005, þá var ég 12 ára, einmitt. Já. Nema að og svo setur Auddi fyrir fram með eitthvað viðbjóð og ég segi bara, heyrðu, ég þarf ekki að gera mig fíflitsófa ríða, ég ætla ekki að drekka þetta og gekk af sviðinu. Og þetta þótti svo bold að þá var Kári Jónasson var ristur í Fréttablaðið og hann kom til mér bara, frábært var það, bara starta til þessu. Þetta tótalasta svar sem ég hef heyrt. Þetta er ekki rekt og tóti. En heyrðu, við náttúrulega vorum að hófa í þig út að banna að hlæja, seríu 2. Já. Og náttúrulega gaman að segja frá því að í þætti #79 sem var sendur út 5. desember 2024 fyrir næstu ári, þá vorum við með Hannes Þór að tala banna að hlæja seríu 1. Gekkja. Og það var mjög gaman. Það var ekkit eðlilega gaman. Okkur var svo áhugavert af því að þetta er náttúrulega svona þætti þar sem þið hafi kannski ekkit endilega stjórn á því hvernig loka afurðin. Ég veit það. Hann orðaði þetta ógeðslega vel. Við vorum ykkur í spjallum daginn. Hann sagði þetta pínus að vera þjálfari meira heldur en að vera leikmaður, sko. Já, einmitt. En svo þú ert úti í drömmnum og ef ég finn bara við steindi erum ekki til, það er ekki komin eitt vindi að þá stundum, þarftu að bara sestu stundur niður bara með eitt kaldan og hugsa, herru, fuck it, við verðum að finna eitthvað þetta er bara búið lélugu dagur, þannig að þú stjórnar þér svolítið. En þarna stjórnar þú ekkert hvað fólk gerir, sko. Nei. Þú getur reynt að hjálpa þeim að koma svona hugmyndir. Þetta fór í lofti núna þessi sería byrjaði núna bara í október. Já. Og við byrjum strax að reyna að fá þig sko í spjall sko bara þá. Ég veit það, þetta er búið að taka 6 vikur. Ég er að koma núna þar serían er búin. Ég er ekkert mjög góður að plugga grilla. Nei, kannski þarf þess ekki. Nei, það er sem sagt þetta, 7. þáttur bara, hvað, var hann ekki bara á föstudaginn? Já. Þetta er bara góður tímapunktur. Já, náttúrulega serían er inn á Sín Plus. Nefnilega. Fyrir ekki neitt. Það tók 6 vikur að draga það landi. Já, ég vil sko, það er ekki bara mér að kenna. Hérna eru menn sem gáttu bara verið frá 7:30 til 9 ykkur kvöld og það er líka rétt. Ég skal taka 70% af þessu. Já, Oddi tekur rest. Ég tek rest. Já, en þú ert samt, sko, það er rosalega mikið að gera hjá þér.
og þú varst að taka upp jóladagatalið þegar ég var að reyna að ná því einhvern tímann sko. Já, þá sendi ég mér þessa vídeo til að sína að ég var ekki að ljúga þar. Mér fannst eins og, ef þú ert alltaf að segja, að mér langa að koma, ef þú ert alltaf að segja nei við eitthvað, þá var eins og sért að reyna að forðast það. Þannig að ég sýndi bara vídeo af hversu fullir við voru þar. Og ég áframsetti Otta því ég áfarn að hafa ágjörð því Ottur held að ég væri ekkert búin að tala við. Ég væri bara það, já, nei, hann er ekki. Ég er ekki svona busy, en það var aðeins að stríða mér að við þurftum að taka þetta á kvöldin. En samt, hvað ertu ekki að fara að opna kaffihús og veitir það, ertu búin að þið? Nei, ekki búin, það verður núna afhent í, ég held við maður fá bara í byrjun jan, þannig að við erum svona vonast að opna þetta í februar. Já, breyta ansið miklu hana. Já, þetta er spennandi, ég bjó á tímabili þarna í Efstalandi 8, bara rétt hjá Grímsbæ sko. Þetta er alveg skemmtilegur staður sko. Þetta er perfekt í rauninni ef að svona hverfistæðar virkar ekki þessu húsi, það virkar hann hvergi held ég sko. Þetta er alveg fullkomin staðsending sko. Bara upp á bæði neðstan í Kópavogi, svo náttúrulega gerðin og allt þetta er svona besta stað sko. Það verður vel peppuð. Það verður gaman að fylgjast með því. Já, takk fyrir það. En er eitthvað svona glápa á eitthvað í streyminu? Já, ég er fíkill sko. Já, og nærða að sinna þeirri fík. Já, það er, þetta er svo Steindi, hann er alltaf að tala bara hann geta aldrei hort á neitt. Svo fyndi, því að ég hef oft spurt hann með sér F9 blöð, bara hvað ert að gera á kvöldin? Nei, bara með börnin eitthvað, ég bara enn þegar þau eru sofnið, þannig á krakka sem ég gamall og eldri minn, eða mér ári yngri, en svo án eina sem er bara, orðin 11 ára. Ég bara enn þegar þau eru fann að sofa. Ég bara, þá er ég, hann getur aldrei svaraði. Af því hann segist ekki að tíma til að fyrir tölvuna, hann hefur ekki tíma til að horfa neitt, en hann er samt ekki að gera neitt frá svona 9 til 2. Það er alltaf svo 2. Það er alltaf svo 2. Já, hann þolir ekki svefn. Hann hattar að sofa. Já, ég tengi við þannig að ég er svo gamall að ég fer að þurfa að sofa. Því að ég mitt fór aldrei að sofa fyrir fyrsta lagi 2. Svo bara ég vil freka líka ef það búið mikið að gera og svona, vil ég freka fórna að vakna snemma og hafa átt eitthvað svona smáfattar í og konan og horfa á eitthvað, þannig að þetta sé ekki bara klára daginn, koma heim, henda krökkunum niður, spjalli smástundu fara svo, ég nenni því sko. Og hvað er í glápinu? Sko, í glápinu núna okkur vantar mér svo svolítið, við vorum að klára seríu 2 af Last of Us. Mér fannst fyrir serían betri, verður við ekki með það. Já, það er almennt held ég. Já, svolítið einmitt, talk of the town. Maður fann það hérna á hans að vera að gefa eitthvað upp að þegar kemur þátturinn þess að þau eru aftur 2 saman, það var eitthvað kemistría þar á milli þeirra tveggja sem var bara miklu skemmtilegur heldur en hinn kemistrían sko. Sko svona upp á síðkasti svona bestu seríur ef ég á að svona henda út, ég myndi segja að Landman var eitt af besta sem ég séð helvíti lengi með Billy Bob Thornton. Það er bara að sería sem er skrifuð fyrir hann og bara ég dyrka þá mér fannst Mobland sturlu Pierce Brosnan svolítið skrítin þó hann sé írskur maður skildar ég að búin að lesa þetta eitthvað það er rosalega skríti, ég held að hann sé búin að vera svo mikið að Hollywood að hann var að leika írskan mann, hann er írskur nefnilega, ég hugsaði nefnilega bara sko íslenska reyminn hans í Eurovision-myndinni nákvæmlega þetta var vandræðilega líkur hann var samt alveg svalur í þáttunum sko, mér finnst þetta ekki að eyðileggja þetta er þessi góður leikari sko hvað er annað sem við erum að lesa af það svo tókum við tókum loksins hérna á Netflix hvað heitir hún hérna með veitingastæðin í New York hérna með Jason Bateman og Jude Law hérna Black Rabbit einmitt Black Rabbit mér finnst hún góð en mér finnst ógeðslega erfitt að horfa á hana af því ég hélt með þeim og það er alltaf einhvað að klikka og maður verður bara svona, ég gat ekki tekið meir en 2 þætti í einu því ég var bara svona, ég nenni ekki að sjá eitthvað þetta í sundur Nei, þetta var mjög þungt mér fannst þetta mjög erfitt ég er svo meður, ég er ekki búin að klára þetta sko. ég þarf að taka sko bara 3 vikna breyk sko þú er sammála með það, maður er bara þreytt og það var svo leiðilegt þegar það gengur allt illa sko. ég veit það þarf stundum að koma einn þáttur á milli sem þeir eru komið á smá rönn fjandinn hafið það og svo bara máttu eiginlega gera næsta þetta það er svo leiðilegt mér finnst þetta eins og hérna Rakel myndist á og ég held, er ekki Jason Bateman að leikstýra þessu líka eins og Ozark einmitt, einn af framleiðendum hann er svona aðal gægin held ég á þessu þetta minnir svolítið Ozark það var alltaf eitthvað þú nærði aldrei eitthvað inn að bara fá smá ró en virkilega góð þættir ég fílaði það í tællur virkilega góður það er úrbúin að nefna eiginlega bara svona þetta er allt þetta sem við höfum verið að horfa á tala sko. þetta verður að fleita rjóma annars er þetta svo detti inn í Rakel er að horfa á eitthvað
svona raunveruleika þætti Já, það Oddur hérna Ég Rakelin mín, algjör svekkja fyrir Hvað er í Love Island? Já, ég hef tekið það En sko, að horfa á Love Island ég skammast mín ekki fyrir það Ég hef alveg sagt frá því að FNÍ Blue eitthvað því að það er eitthvað svona, veist, ég hef ekki nefnt að horfa á USA Nei, ég hef ekki orðið að heldur Breski góðu bandir, þú veist, gaurarnir eru oft fyndnir og eitthvað, ég hef alveg gaman að horfa á það en sko, ég hef hort á Love is Blind allavega 2 eða 3 seríur og það er eina sjónvarpsefni, ég veit þetta er hart komandi frá mér og hluti sem ég hef gert í gegnum tíðina en þetta er eina sjónvarpsefni sem ég hort á og ég skammast mín eftir hvern þátt Mér finnst þetta viðbjöður Þetta er svo ógeðslegt en samt einhvern veginn festistu við þetta þegar þau eru að bara kynnast og ætla að gifta sig og... Það er nefnilega konsepti sko að þau kynnast á þess að hafa hist en svo eiga þau sko að búa saman í nokkra mánuði og svo að gifta sig og svo eru þau ógeðslega að hissa bara herðu, við erum ekki að ná saman no shit Sherlock, þú erum að þekkja hann í 3 vikur bara hvað er þetta eitthvað bilaður Ég hef nefnilega aldrei séð raunverulega að þetta er teknað svona langt eins og það sko. Og mér finnst að þú sem hafi samt festist yfir þessu sko Þannig að það er svona, já, það dettur inn líka svona eitthvað raunveruleika rugl. Já, það er raunveruleika ruglið maður, það er algjörlega mín ærukýr. Ég hefur hort á Traitors. Já, það er hinslega virkilega gott. Það er svo gott. Það eru góða seríur, ég skammast mér ekki frá það. Nei. Það er eitthvað sem að Tóti myndi með þess að fíla, sko. Þú myndi fíla það, Tóti? Já, ég veit að ég bara hef ekki tíma, ég er svona steindin í mig, sko. Ég má ekki vera aðeins. Tóti er alltaf að horfa á Law and Order. Já. Og ertu það að það? Já, ok. Við erum hérna í 27. árinu. Ég er ennþá bara going strong. Já. Ok, það er nefnilega mikil sjónvarpsfíkn í fjölskyldu minni. Með þess að það sterka systir mín, Marja, eldri systir mín, grunum sé ekki bara að hlusta á þetta. Hún veit alltaf að heyra þegar ég er að raka hann niður eða bara basically að tala hana. Að hún var að fylgjast með nágrunum minn real time. Hún var að horfa á þetta á netinu þannig að hún var á sama tíma á Ástralía. Ég bara, hvað er ekki? Þá vissi ég bara, ok, fjölskyldun okkar er bara eitthvað bil. Það er bara metnaður. Það er alveg metnaður. Ég veist ekki að Law and Order var ennþá góðum stund. Nei, sko, hérna SVU, sko, Special Victims Unit. Og já, samt, Law and Order, það fór í smá break en það er í gangi aftur. Ég var aðdáandi í gamla daga, sko. Já, þetta var, hún var að horfa á þetta á Skjá 1. Já. Ég byrjaði að horfa á þetta hvað, held ég verið 2004 þá skildi ég við fyrstu konuna mín og þurfti að búa hjá ömmu í nokkra mánuði og þá bara horfði ég á heilu seasonin sko og þar byrjaði þetta svo hef ég líka sagt frá því í montan þegar ég byrjaði blaðamennsku í ágúst 1999 og Law and Order SVU byrjaði þá september 1999 þannig að ég og Oliver Benson erum búin að vera jafn lengi í okkar brönsum sko. hún í King-læbunum og ég í... Það er ekki þáttur af 2 tónar sem Tóti kemur ekki í Law and Order að sko. Nei, ég fíla það bara lojal, það var eitthvað sem ég fíla þá var lojalty. Já, líka það sem að ég er ekki að reyna þetta tegir sig sko, þetta er með ánga allstæðir ég get alltaf fulli tengingu sko. Já og svo náttúrulega einn besti, ég heldur aldrei splæst í þá er ég einum Sopranos-þætti þá ætlaði hann Kristoffer að verða handritshöfundur var að reyna að skrifa þátt eða bíómynd og fekk handritshöfundur til að hjálpa sér og sá var að skrifa Law and Order þætti og svo endaði með sko þeir eru eitthvað ég veist ég nenni ekki talaði Kristoffer ég þarf að klára Law and Order þátt fyrir miðvikudaginn skauta hann í hausinn og þetta er náttúrulega hann hefur David Chase verið sko að gefa þessu sko stórt fólk sko. Ég verða að fara að horfa á Sopranos já, það er mitt það er svo gott það er eitt besta sjónvarpsefni allar tíma ég myndi segja Sopranos, Peaky Blinders þetta séu 2 uppáhaldsseríurnar mínar bara ever sko rosalega vel gert já og það er bara Peaky Blinders fyrir fólk sem þú ert ekki að hafa unnið við sjónvarp bara hver rammi er bara listaður sko. maður veit bara vitandi hvað er erfitt að taka bara eins og steipustöð bara sem er eitthvað sketsaserja fyrir 30 milljónur í Íslandi það er allt að vera perfekt á bakvið þig og bara færiði blómin maður bara góðum þetta hefur engin áhrif á brandarann getur þú ímyndaði tíma sem verið hvert skot í Peaky Blinders fyrir eldurinn og allt þetta ruglir að koma maður bara Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfum að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Þetta er ástæðan fyrir fáaðviti sko. Þá svona fáránlega reyndan sjónvarpsmann sko, sem getur sagt okkur svona þessa hluti sko. Þetta er bara, maður bara veit að horfa á þetta hvað þetta velgist maður bara finna það en bíó, gefstu hvað er bíó? Allt og lítið það fyrir ógeðslega töðan mér hef ekki náð hérna nýju DiCaprio og Sean Penn myndinni
Þegar þú verður ná henni Ég veit það Það er bíó Allir sem eru með sama kvikmyndasmekk og ég á fílana þannig að ég veit hún er góð Hún er núna, held ég á svona síðustu dögunum í bíó Getur það ná henni? Ég þarf að klára hana, ég þarf að ná henni Ekki spurning Alveg bara Sean Penn í henni sko Já, hvort voruð hérna, hvort finnst ykkur Better Call Saul eða Breaking Bad betra? Er ekki Breaking Bad betra? Það er kannski svona öðruvísi Ég er ekki alveg viss Nei, ég held að svo sé nefnilega Hann er ekki síðri, finnst það Hún er geggjuð náttúrulega Mér finnst ótrúlega hvernig hún tókst að gera sko svona bara speilmynd af Breaking Bad Ótrúlegt og bara talandi listaverk þetta er að mannstu eftir að Friends hættu að gera Joey sá viðbjöðum ég man kom að var spenntið þegar þau voru á Stöð 2 svo tekur þau bara Breaking Bad sem er bara einn besta séri allar tíma á þess að gera lítið úr Friends og þú nærið að gera spin-off með Karl, það er bara, þetta er ótrúlega Já, og svo marga greinar einmitt bara hvers vegna þetta eru mistök þetta getur ekki enda vel, þetta verður ömuleg serja engin trúa þessu svo er þetta stórkostlegt, hann er náttúrulega líka svo bilaði leikari sko. Já, hann er frábær geggjar í Nobody hérna, sá hann hann kom í Nobody 2, hún er mjög skemmtileg, ég er búin að segja báðar sko. Ég á 2 eftir þá fer hann í frí til Flórida skemmtikar sem hann var alltaf í þessum bad sko. Þetta er geðvikt sko. Þetta er mynd sem tekur sig ekki alvarlega sko. Það er það besta sko. Ég er til í þetta Ok, herru, áður en við förum í Banna hlæja og verðum náttúrulega að taka smá ferðasögu upprifun þegar við vorum saman á kvikmyndahátíðinni í Cannes það var alveg 2006 alveg ferð sko Já, það er gott Tóti er búin að tala þessa ferð í mjög mörgum þáttum þú ert fyrsti maðurinn þetta sem var líka í þessari ferð Þetta var veistla Þetta er bara ævitnis, hann getur staðfest að ég var þarna sko. Var það ekki þú sem vakti mig og sagði mig, nei, hann var ekki Jú, ég tók vakning á þig og Þegar Cantona var það ekki Varst það ekki þú sem sagði, sko, það er mjög fyndið að við vorum búin að hitta bara Bruce Willis, Beyoncé við vorum búin að hitta bara allt lið bara heitasta lið bara sem er enda bara frægasta lið í dag áttum að vera búnir fórum með okkar blinda fyllir ég gleymis ekki, ég á bara svona minningur þar sem ég ligg á dýnunni í einhver herbyggi og hvort það varst þú sem opnar og segir stráka það er eitthvað viðtöluðna, það er eitthvað passarhand eitthvað, það er eitthvað fótboltamaður hérna, Erik Cantona eða eitthvað ég bara þetta er uppáld fótboltamaður með allar tíma bara ég elskan og bara það var stærsta mómenti mitt í Cannes var að hitta Cantona Já, þetta hefur verið skarpiðin bara Já, það hefur verið skarpi babysitt ykkur sko Já, og Monica Bellucci hérna með honum Já, Nei, ég tók svona alveg vakningu á ykkur þegar þið voru svona með þetta í strákunum að vekja fólk og þá kom ég náttúrulega seinastur heim bara eitthvað blindfullur, bara 6 morgun og þá í lettaranum Já, og þá lágu þeir sofandi hérna á dínogólfinu og þá hoppaði ég svona upp í til þeirra og ofan á það og tók stráka vakningu á strákana Það var mjög vel gert Þetta var yndisleg ferð Já, það var náttúrulega þarna var að vera heimsöl fyrir frumsýna hérna Da Vinci Code og það var náttúrulega Dreamgirls Já, þið fóru í Dreamgirls partíð, ég fór ekki það, en hérna, svo var, náttúrulega, þetta var heimsförmsynning á Da Vinci Code og það var blaðmannfundur, þetta var stærsti blaðmannfundur sem við höfum farið á, það var í stóra salnum, þetta er svona 3000 manns örgulega. Já. Það er sem að þú hérna stóðst upp og spurðir hérna Tom Hanks, Mr. Hanks, why do you love Iceland? Já, það var fyrsta spurningi. Já. Tom Hanks, why do you love Iceland? Og hann bara, já, eitthvað svona Já, hann nefnilega, svo hann grunna spónda þetta hann eitthvað, já, þeir eru með frábært kaffi og eitthvað bara nefnilega Nei, hann sagði, þú getur fengið rógeislega dýrt en gott kaffi fólkið er eitthvað, þetta var mjög skemmtilegt sko. Já, nema hérna, þetta náttúrulega var heimsfrétt eiginlega, því að svo hringdi Andrés Magnússon nú mokkamaður, var þá viðskiptablaður hringdi mig og bara, varst þú þessi íslenski blaðamaður sem spurði Tom Hanks, það var líka allir hérna blaðamenn að spurja, hérna, hefur hann komið hittu hann eitthvað, ég bara, ég vissi ekki komið til Íslands bara eitthvað þvæla sko. Já, ég sá þetta sko, svo minnum ég á að sagt sko, Bruce Willis var hérna að plugga Over the Heads, teiknumynd, hann var líka eitthvað íkornaði alveg rétt og þú varst eitthvað að reyna að taka eitthvað strákvætt í ógjónum og hann tók fúlakallin á þig hann var eini erfið viðmælandi að því ég spurði hann eitthvað út í skallan sko, ég var sjálfur, ég var ekki búin að snóða mig ég sagði bara, núna er ég að missa hárið það var alltaf að gera grína, ég var að missa hárið þarna þetta er áður ég snóða mig ég spurði hann eitthvað út í það bara, hvernig heldur að farið mér að vera sköllóttur eitthvað, ég eitthvað tjænst eitthvað þá bara mistu hann strax þá var það bara, ok, það er ekki verið að fara að tala hérna íkonnamyndina mína eða eitthvað, veist hann var ókslega þurr sko. Já, mér minnir og sagt, sko, hann hefði bara hort á þig and you're from what, Greenland? Já, og allt svörun hans voru bara svona eitthvað Já, svona bara fréttir á hann er fúlikallin sko, eða var það náttúrulega farin í hausnum Ég hef alltaf einhverju minningu þetta úr sjónvarpið þegar
varst ekki örgulega þú, þetta var í Strákunum þið hittu Samuel L. Jackson Já. og borguðu honum Hann nefnilega var sko, hann var ekki eins og Bruce Willis, hann virkaði ógeðslega þurri í viðtalinu að því ég spurði hann getur þú tekið ræðin á Pulp Fiction, hann bara people pay me to do that ég eitthvað, I'll pay you, what do you got eitthvað, ég fór eitthvað svona í vasan, ég átti $20 það var einu sem ég var með, ég bara I got $20 hann tók það, svo tók hann þetta ógeðslega bara svona flat I will rise more vengeance when I lay my vengeance upon thee ræðan sem hann tekur, hann tók þetta ekkert eins og í bíómyndinu hann bara tók þetta eins og ég myndi segja bara núna já, svo labbaði þetta inn og ferði þetta inn og þetta lay my vengeance upon thee tók peningin eitthvað ég bara, ok, þetta var ekki og svo heldum við áfram að spjalla við hann og hann var alveg fín svo þegar viðtalið var búið, þá var hann þvílitress hann leiði á bara slökk á kamera þá sprakk hann og látir bara you're not getting your money back ég bara, ég vil það ekki og hirti $20 þannig að það er svona menn eins og hann og Bruce Willis það er að passa svolítið rockstar ímyndina sína ef þeir finna ok, þetta er einhverjir grínarar að ég held með þess að bara, veist, eins og ég seti því ekki það ég sé að setja mig á stall með þessum mönnum, en þú finnur alveg út dottin í viðtal og þá var reyna að banka þeim sko. Veist, ég fór í eitthvað viðtal fyrir mörgum árum hjá MR það voru einhverjir hérna svona 10 ár síðan, þá var einhverjir gauðra þar mér fannst alveg skrítið að vera að beða um að koma í MR í eitthvað að spjalli í einhverjum útastætti ég bara, ég mæti og ég fann strax ok, herru, það er svona þetta hefur verið að gera grín þannig ég bara svara allir, þá fekk ég bara svona varan á ég held að þeirra hefur verið með svipa hann svo með reynslu lætur ekki taka þig lætur ekki eitthvað titti taka þig það er bara ekki í boði en hver er skemmtilegastur í minningunni á svona þessu fræga skrítið að segja frá því núna því að mér finnst hann gjörsanlega búin að rústa ferlinn sinum að mesta ára sem ég fundi fyrir inn í einu herbyggi var að Will Smith hann kom inn á svona, þá við fengum ekki hitt hann einn og einn, það var svona blaðamannafundur basically kannski verið svona 10 blaðamenn eitthvað inn í svona sal og þegar hann labbaði inn í salin að maður bara svona fann, herðu, ok þarna er bara súperstjarna það er bara súperstjarna að labbaði inn, bara öll ára niður og svo spurði gaurinn hann sko Mr. Smith, how are you doing? Við gleym aldrei svarinn hans I'm so good, it's almost a damn shame bara svona, ég bara tjóðlar svalur þannig að hann er svona sá svalasti sem ég hitt sko en þessi Óskar hann um daginn ég get ekki hort á hann með sömu augum og ég þólaði ekki bara ég sé alltaf þetta höggans á Chris Rock Will Smith Jesus er hann í einhverju núna, er hann að leika einhverju er hann að gera eitthvað hann er eiginlega bara orðin TikTok Instagram stjörna hann að ferðast heiminn einhvern veginn að gera það ekki það veist everybody loves a comeback ég er náttúrulega búin að gera stöðbak nei, nákvæmlega hann verður þá að velja mómentur sko. sko. Hann fær að koma aftur Óskarinn eftir hvað, einhver 8 ár en svo er mér líka synd því að hann vinnur Óskarinn þetta kvöld þetta er það hefði getið orðið bara besta kvöld æfans og átti hann þess að skili því sem mynd ég fór á hann í bíó, hún var ógeðslega góð hann var sturlaður í henni, Williams sýsturnar þannig að þetta var allt bara algjör tragedía sko þetta kvöld hjá hann greiðinu, ég held ekki það ég sé að kenna Jadu, ég held bara hann hafi verið komin út bara orðin hálf bilaður á þessu öllu hún búin að vera í einhverju podcastum að tala að vera að ríða besta vin svona, auðvitað verða menn bara að ruggla þetta hefur verið eitthvað toxic hjá þeim greiðunum öll mýminn þar sem hann er grátandi í þessu tebóði þarna, hvað sem þetta hétt þetta bara, hann var alveg farin greið síðan bara Chris Rock bara rangum að rangum stað bara einn brandari má maður ekki djóka þetta var ekki það gróða brandari þannig að þetta er synd ég hef alltaf verið mikill Will Smith maður ég hugsa samt svona að uppáhaldsleikarinn minn hann er samt ekki uppáhaldsleikarinn minn en bara eini maðurinn sem á ekki feilspor í Hollywood er Tom Cruise hann er rosalur það er bara ef að kemur Tom Cruise mynd þá veist hann er góð Tóti náttúrulega þólan ekki ég þól ekki mannin ég skil það vel en hann er náttúrulega ógeðslega klár og náttúrulega hann er svo kalkuleraður sko og allir eina feilsporan sé ekki þessi mömmi mynd sem vorum að tala í síðasta hún var samt ekki hún bara tankaði sko tankaði box-office en var ekki hræðileg mynd sko hann er svona síðasta kvikmyndastjarnan er það ekki? Þú ert alltaf að koma ég er alltaf að setja the last movie star sem getur haldið kindlinum áfram Leonardo DiCaprio hann er yngri hann er a movie star við erum að gefa hann það er rétt sko en þetta fer fækkandi sko og nú er líka Tom Cruise hann er aðeins maður tók eftir í síðustu Mission Impossible núna er hann aðeins farin að komast á aldur þú veist, það er aldurinn að farin að verða aðeins tyggjulegri pushing 70 sko það er bara í spett að það ég var eitthvað að horfa á hérna á Netflix talandi að glápa að tók Eddie Murphy í ger virkilega gott heyrðu, einmitt bara hann er einlægur og ógeðslega ég mæli með þessu, þetta leiði eins og bara 40 mínútur, þetta er tæpi 2
þá meðast hann komið svo góðan punkt að hvort það var hann eða Dave Chappelle sem að sagði þetta, að þegar Eddie Murphy að koma upp 18 ára, 19 ára og að verða bara superstjarna 20, 21 ára, Beverly Hills sko, það vissu allir eins og þeir kallar þetta í Old Hollywood, það vissu allir hefði ok, þessi gaur, hann ekkert, veist, að þegar margir sem kom og fara, veist, eiga sína myndir, en það funda allir, þessi gaur ekkert að fara neitt, veist, það bara, og þá var að tala um Old Hollywood og þar vissu alltaf allir ok, þessi endist, þessi mun endast, en það orðið svo breytt í dag. Já, þetta bara annar heimur. Já. En ég meina Eddie Murphy, sko, ég náttúrulega var ég var svona 13-14 ára þegar 48 Hours og Beverly Hills komur, sko, geggjað, sko. Sturlaður, Trading Places. Já, og svo uppistandsmyndin Raw, var aldrei sé annað eins, sko. Hann var bara superstjarnar, sko. Já, og það var líka alltaf að gefa það að, þú veist, hann svartur og þetta var ekkert, sko, þetta var brekka fyrir 40 árum, sko. Veist, það var Sidney Poitier var búin að vera, sko, og Richard Pryor. Já, og svo var einn á áratug. Ég veit þeir tala um þetta í myndinni sem alveg ógeðslega dörti. Það var alltaf að segja fyrir Richard Pryor, ok, ég Eddie Murphy 9 þú, eins og það mætti ekki vera 2. Það var enginn að segja það við hvítan leikara, bara herðu, þetta 9 þú, þá var bara komið 9 leikari. Þetta mjög áhugaverð heimildamyndi með henni. Já, ég vissi ekki að þessu. Á Netflix? Já, ok. Nei. Það var bara að koma í gegn. Okay. Þú að tjekka þessu. Ég maður bara, hjá mér þetta bara Dr. Dolittle og Norbert og einhver svona myndir. Ekki alveg absalt. Ekki alveg. En hægt að hlæja áttur. Það bannað að hlæja. Það bannað að hlæja. Heyrðu, það sem sagt ár síðan að þið trómuðu upp með þetta og það var greinilega svona gaman og gekk svona vel að það þurfti að gera meira. Það var hent í aðra seríu, já. En finn alveg, sko, eins og í flestum þessum seríum, það engin sería eins af þessu sem mjög fyndið. Til dæmis að í Noregi þið með bannalagi bústað. Þá ertu með bara 9 manns og dettur alltaf einn út. Þannig í úrslitum þættinum eru bara 2 eða 3 eftir. Þannig að í rauninni ein sería þar 9 manns. Einmitt, og svo þetta bara... Já, svo ertu með í Írlandi, þá þetta allt grínistar og þetta í beinni. Og þá þetta live, og þá dettur alltaf einn út líka. Þannig að þetta eru mismunandi formut á í rauninni sama dæmi sem að sé bannað að hlæja. En við erum með þetta þannig að það fyrir einn áfram og 25 manns í hverju seríu, þannig að það verður kannski erfitt að gera búið með 50 manns. Já, það er 50 manns, það er enda 2 sem koma það eru 48 konir. Já, þetta eru, svona fyrir þá sem kannski þekkja ekki alveg á, þetta eru 25 manns skiptnir og 5 borð, 5 matarboð og eitt fyrir áfram sem fær flesti. Já, hvað sem er þá duglegastur að hlæja ekki? Nei, eiginlega sá sem fær flesta til að hlæja. Já. Þetta er eiginlega meira það, þú fær fleiri stig fyrir að láta aðra hlæja. Já, ok. Nei, þetta er algjörlega, þetta er bara, þú veist, þetta eru svona þeir þættir sem að þetta er svo mikið svona, það er allir að tala um það, þú veist, í þessum, núna í þessa seríu, það bara að leiki svo vika, bara, heyrðu, búin að horfa nýjasta bannaða hlæðar, búin að sjá þetta, sástu þetta. Já, maður finnur fyrir því, sko, sem er gaman, sko. Og bara... Sástu þeirra Benni tók öxina hérna, þú veist, þetta er alveg bara svona, þetta er alltaf eitthvað svona. Það var svo mikið, það var svona farsla þátturinn í fílaðan, sko. En það er enda einn þáttur eftir, það verður, ég skúpaði bara hérna hjá ykkur, það verður Christmas special, það er búið að taka hann upp. Það er rosa. Banna að hlæja jólin. Geggjað. Hann kemur hvað 17. dag. Verða það eitthvað svona, einhverjir nýjir eða einhverjir... 2 nýjir, það er sem sagt Sveppi og Bassi Maras koma aftur, svo er það Ari Eldjátt, Saga Garðars og Vala Kristín. Ok, það er bara big guns. Þetta er alveg, og þátturinn er þáttur. Þátturinn er stórkostlur. Ég er ekki frá þetta sem besti þáttur sem við gerst þær. Þetta er gott múi, þetta er svona eins og, þetta er náttúrulega svona kannski mest hefði í Bretlandi þessi Christmas special, Dr. Who og svona og þetta er náttúrulega ógeðslega sniðut og skemmtilegt ekki spurning, sko. Komum meitt svona bara. En hvernig var þetta að koma, þú veist, að seríu 2 núna eftir að hafa gert seríu 1 í fyrra, slæri gegn, þú veist, allir að tala um þetta, þú veist, þetta lítur að hafa verið smá svona challenge, þú veist, byrju, hvernig á ég að velja núna hérna næstu? Náttúrulega mesta í rauninni er að para borðin saman, að því ég finna alveg sjálfur að, veist, maður hefur farið í alla þætti, þetta er nú ekki stórt land eins og bara flesti þætti sem er svona, maður hefur nú verið boðið í þetta allt hvað sem er ískapastríðið eða, þetta er svo mikilvægt, ég hugsa alltaf sjálfur að ég var að setjast við borðið, myndi mér finnast þetta og það er erfiðast í þessu. Þetta er pæling, þetta er alveg vísindi. Svo kannski ringir ég eitthvað og segir bara, á fyrsta sem allir spyrja, hver er með mér á borðið? Og ef þú segir þessi og þessi, get ég ferðað eitthvað annan borð? Og maður bara svona, af því að þú múst að reyna með 25 manns að koma þeim niður á eina tökuviku, sko. Tókuð þið og Hannes þá bara svona töfluhund? Já, þetta er svolítið þannig. Bara ennið á þessu, færið þennan hinga og þennan og það er svona aðal púsli í þessu, sko. Svo fannst þið bara svolítið að góða við seríu 2 að fólk vissi hvað var að fara út í.
einmitt Þekkta eins formati Þannig að, já, það eiginlega bara svona sem að og hendur þessu svolítið bara í pott og vonast þetta sé gott sko. En auðvelt að fá fólk einhver sem bara, já, nei ómögulega takk ég, hérna Það bara eitt sagt nei Já, bara einn Það Björnlinur, með svo góðu vinur minn okay. Ég hringdi í hann og var að selja honum þetta það var í seríu 1 nefnst, það svo allir já núna og ég bara, já, þetta svona þetta og sem bara því líka söluræðið og bara, já, herriði, nei, ég nenni þessu ekki maður ég bara, ok, hann bara, við erum samt feskir ég bara, já, við erum góðir ok, bye, hringdi í Gísla Örn strax já, bara á næsta síndal þeir eru bestu vinir sko þannig að En ég held ekki að bara núna En það engin svona einhver drauma sem að þau langa að fá en hefur ekki komið Sko, Ari Eldjárn og Saga Garðars eru búin að áttu að vera bæði í seríu 1 og seríu 2 en voru erlendis bæði núna í seríu 2 og í einhverju verkefni hann komist ekki í seríu 1 þannig að mér skeggja að fá þau saman í jólaðáttin Jón Gnarr og Sigur Jón komi núna, mér langar rosalega að fá þá Jó, það eru nokkri þarna, Fóstbræður og fleiri sem að mér langar ennþá að fá sko Þannig að það alveg akur fyrir framhald Ég myndi segja að við eigum alvinni fyrir allavega einni seríu viðbót og kannski þá annan svona Christmas special Það sem ég elskaði við þessi seríu er að mér fannst vera svo margir sem að allavega nokkri sem að komi mér svo mikið óvart Það var svo skemmtilegt Þú veist eins og í fyrsta þættinum sko, Sunniva Einars Ég vissi ekki að Sunniva Einars væri svona fála fyndin Ég einhvern veginn var bara haldið, já, bara samfélagsmiðla stjarna einhvern veginn, já, bara Instagram, þú veist, maður þekkir hana bara Instagram Síðan hún bara ekkit eðlilega fyndin Hún var bara mjög skemmtileg sko og það líka eins og Gugga í gummibát Einmitt Það bara fáir sem hafa komið þér mikið óvart bara í fjölmiðlum ever og hún sko af því að hún líka ógeðslega snögg að hugsa sem hún þarft í svona grín eins og ég bara uppáhaldsbrandari minn í seríunni er að því að það þegar Helgi Seljan og hann var hættur að drekka og Andri og Gunnar Dís og þau voru að fá sér og Gugga í gummibát og MC Gauti náttúrulega hættur að drekka líka og svona þau voru alltaf að tala að vera að drekka og eitthvað og svo kemur Gauti bara, herru, hver við borðið mesta fyllibittan kemur bara strax Gugga, það lítur að vera þú þurftur ekki að hætta þetta er svo ógeðslega klefið brandari Já, þetta er líka bara svolítið spot on Ég veit það sko og hann var bara, jú sko á Messenger hópunum sem ég er í sko, sem voru að tala þetta það var bara að tala þennan þá bara, þetta er bara að finnast að fólk var að segja þetta, vinnu mínu bara þetta er bara að finnast sem ég sé í sjónvarpi ég bara, mér sá þáttur stórkostlega Energian, þessi hópur, hvernig er grunna Gugga í gúmmi, bara Helgi Seljan að þetta er því svona, þú veist, hvernig hún var með þetta leikplan með taka Andra bara út bara reyna við hann á fullu og hann var bara, og mér er svo gott að Helgi Seljan sagði bara hann er out for season, hún er bara að strauja hann og það er líka talandi mikilvægt að velja svona á borði að í rauninni fyrir utan kannski Guggu og Gauti náttúrulega var frábær líka að þá er ég að tala að í gríninu að MVP-in við borðið er Helgi Seljan því að allir svipinir hans og allt þeirra Gugga er að dæla gera þetta svo fyndið það hefði einhver setið að hann sagt bara æ, hættu þessu stáður eðilegt bara hennar kemistri hún hefði verið bara, já, ok, býtu, er ég að fara á langt en hann var bara svona horfið upp í loftið og horfið í kameru, bara hvað er að gera allt svona er svo mikilvægt Helgi er náttúrulega svo ekta, sko hann er náttúrulega the real deal þetta var alveg geggja, sko, og Gugga í gummibát, það var einmitt bara annað dæmi sem ég á með bara hún var stórkostleg sko, það eru margir í kringum mig sem var bara, heyrðu, byrju, hún átti bara, þú veist, hún átti að vinna þessa seríu sko. Já. Og bara, þú verður bara auðvitað, þú verður að spyrja auðvitað, bara, akkur vann hún ekki þessa seríu? Ég fengi jafn mikið af því og það voru jafn margir reiðið þegar Bassi Maraz fór ekki áfram í fyrstu seríu. Þá dældist á mig bara hvaða kjafta er þetta og eitthvað. Já, ok. En þú ert einmitt, eins og þú segir, þú ert að fá rosalega viðbröð, þú veist, fólk er að auðvitað, hvað er að gerast hérna? Þú finnur alltaf á það sem þú ert að gera, sérstaklega í sjónvarpi á svona viðbröðum, hvort sem ekki áhorfið ekki, sko. Og ég myndi segja að bannað hlæja er svona á pari við bara drauminn. Þegar við erum að sína draumaserjur, þá finnum maður rosa viðbröð líka. Ég man ekki eftir því, sko, í kringum mig, bara, þú veist, það er svo mikið talað hver þátt í hver einustu viku, sko. Þú veist, þetta bara komið inn á Messenger, bara heyrðu, eru búin að sjá þennan, bara sáðu þér það sem er ógeðslega gaman, sko. Þá veit maður þetta að viska. Bara ekki spurning. En hvernig fannst þér eins og þetta, þú veist, takast til með samsýningu á hópana? Þú veist, var einhver, þú veist, þáttu sem sérstaklega eitthvað svona, heyrðu, hérna, þessir saman eftir og að hyggja bara, Sko, ég hélt að besta borðið yrði Hjöppi komið gott og Stefán Einar og Naflin og komið gott fyrir það komið gott, ég held að það yrði besta borði stórljós á það bara. En ég dýr klikkaðar mér hefst ekki að sko en það sem að ég sá svo bara snemma er að þau höfðu öll verið betri á öðru borði að því ég er ekki að segja veist,
hvernig þetta orða þetta best, það svona, þau voru öll í bara svona, herri, ég ekki að fara að hlæja þér fattur þú veist bara, komið gott voru að hugsa að Hjöppa, ég ekki að fara að hlæja Hjöppa á einhverju gríni hans, einhverju fótboltagríni ekki líka, það smá svona podcast beef það vinsælda listin samt eru allir, þau voru öll ógeðslega ánægð með borðið þegar ég var að segja hann frá það var engin vill fara annað borð en ég held að flestir þar skynið betur á öðru borði einmitt Akkurat, það var smá umræðin kringum það þátt ég myndi í Messenger spjöllunum bara svona, býtu, var þessi þáttur ekki klipptur ekstra mikið? Nei, það reyndar bara eitthvað sem að Dóri DNA búin að koma á stað að þetta aftur klippt eitthvað, leið og hann fréttir eitthvað þá bara búið að blása upp alla söguna það kom eitthvað eitt brandari sem var bara svona þetta taka nút, minnstum og leim það var ekki meira en það Nei, okay. Það var ekki eitthvað svona þvílíkt klipp Þetta líka sem svo geðveikt við þetta eins og þarna, það er allir bara það hlýtur að vera eitthvað bara, það fer á stað eitthvað svona slúður bara, þetta var allt klippt mest klippti þátturinn úrslita þátturinn í seríu 1 það er langt mest klippti þátturinn var það bara út af það var bara, það er bara með Sveppa og Hjöppa og Sóla og Önnu og allir bara konið vel í það og það er bara allt látið flakka það var ekki hægt að setja Við náttúrulega þekkjum Mólaugu Skaftadóttur mjög vel hún var yfirkona okkar á fréttablaðinu og ég og mjög vilt mér láta hann hlæja það er líka sama, hún er besta vinkona konu minna og svo náttúrulega er ógeðslega fyndin og snappi en svo er hún náttúrulega líka djöfis fætir hún skrúar á sig bóksanskana þannig hún hefur ekki ætlað að hlæja þá er hún ekkert að fara að hlæja Annað sem mér fannst koma óvart einmitt í þeim þætti að þau erum talað þann þátt hvað sko Stefán Einar var hlétraður ég held að niður eitthvað meira out there out and about og hvað naflinn er ógeðslega fyndin þar kom annað svona surprise bara eins og ég get lofaði því að með fullri vinningu fyrir naflunum og Guggu þú heyrir líka bara nafli og Gugga í gummibát hvaða dell er þetta? Ég get lofaði því að það var alveg svona góð 70-80% af fólki 80% af fólkinu sem horfði á þáttinn sem vissi ekki hverju voru þeir komast Nei, ég held ekki Ég var að heyra með mamma vissi ekkert hvað fólk geta þegar nafnlega var að spyrja hvað ertu búin að vinna lengi á Morgunblaðinu það var uppáldið hann var svo hissa, hann mætti ekki svara það bara hann hætti ekki alvöru pirraður hvað ertu búin að vinna en svo hann alltaf með gleru af hverju getur ekki bara svara en svo var annað þetta sem ég langaði að spyrja úti út af því Emil, þannig er náttúrulega að vera drekka og hafa gaman en það er kannski nokkri sem að kannski drekka ekki kom það einhvern veginn upp eins og það var mikið verið að velta því fyrir sér kringum mig ég held að það hafi verið þáttur 2 eða 3 ég með þetta skrifa hjá mér þáttur skal ég segja ykkur og djúvillar ég þetta var Jón og Bríett þáttur 4 Björn Bragi og þau Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Bríett, Birna Rún, Björn Bragi var Birna Rún svo eina sem var að drekka í þeim þetta? Já, hún gerði mikið grín að þeim og man ekki, það var einn brandari, ég trú ekki hún tók einu svona guð minn góður H2O Gjöfull er þið leðilega eitthvað, ég veit ekki hvort það var inn Ég fæ alveg nostalgíu frá því þeim þegar ég var fulli kallinn það var svo gaman að vera næst í við eitraliði það náttúrulega vantar allan pung og guts í fólk sem er etru Já, það passar sér meira, sérstaklega svona en það var samt ógeðslega góð þáttur Jón Jónsson alltaf, þú veist, bara einn af energískustu mönnum allra tíma það hefur nú En svo náttúrulega er alltaf, ég tala náttúrulega bara reynslu, það er alltaf riskfaktor í fyllibitunum þeir sem drekka vel ég held ég hann nefndi þetta við Hannes í þættinum hann í fyrra og eins og ég hef verið alltaf på mitt besta það er bara ekki endað í einhverju bara sturlum dólk og leiðindum Ég veit að þess nemmar er hann að passa líka að gefa fyrir þáttinn að fólk fái sig kannski 1-2 en ekki að vera hendin bera í það ekki bara vera dæl í það því að þú nennir ekki að því að hver lota er 25 mínútur þó þátturinn sé klipptu bara í 27 mínútur þá eru tökurnar eru alveg bara frá því að fólk kemur í smink og þá til að fer alveg tæpi 5 tímar Wow, ok, hefur einhvern veginn lendið í að vera bara heyrðu, þú verður að taka vasklas Ég myndi aldrei gera, ég myndi ekki þá er ég ekki að hugsa Hann má ekki fokk í allur Nei, þá byrjar að hugsa, hvað er ég nú fullur þannig að það má ekki en ég einu sinni að hugsa, ég mætti alveg gefa vatni þannig að ég ætla ekki að segja okkur Wow, hvað fristandi að spyrja Hversu var lokátturinn? Hann var tekin upp annars þar? Já, það var af því að í fyrra að þá fannst mér til dæmis eins og Sveppi hann vinnur sinn þátt á miðvikudegi og fyrir beint í úrslit þátt á 50
þannig að hann fekk ekki einu svona sólarhring til að hugsa bara hvað hann ætti að koma heiman eða neitt og bara allt ekki í röð þannig að eina er bara svo dýrt að setja upp alla kamerun og allt þetta, en ég spurði hvort þau mættum býða í kannski, mánuð eða 1,5 og leyfa fólki aðeins að melta þetta og það gekk af því að hún Kristína kom með hugmyndina að vera með svona jólaþátt, þannig að við tókum upp 2 þætti, þannig að við tókum upp úrslitaþáttinn og tókum líka upp jólaþátt sniðugt, þannig að þá gekk þetta sko fjárhagslega. Þetta var mjög góður úrslitaþáttur. Já, ég fíla hana miklu betur en ég held hann Gugga í gúmi bara að skjóta naflan maður. Já, mjög gott sko. Þessi brandar kíló ég þetta ekki að fólk verður bara að horfa á þetta er að finnast það sín. Kannski eitthvað svona trikk sko, mér oft sýnst að það sé svo gott að fara svolítið svona neðanbeltis og í eitthvað svona kynlíf sko. Já, fer oft þangað. Naflinn var náttúrulega úkslega mikið að skverta og svo var eitthvað að tala blautbólskeppni og svona. Virkar, er það sem hún lætur hinn að hlæja ef hún góðu klámi? Sko, það í raunin bara ef þú nærða sjokkara sko. Já, sjokkafetti, já. Það þá viðbragð að hlæja. Það kemur bara svona upp stressi, bara þetta að tala hérna vitandi það eru sko 20 kamerur sko. Einmitt, að því að við erum að tala sjokkirandi dæmið, maður tók einmitt eftir að fólk var einmitt Benni mætti með exi. Það var eitt dæmi að hann var að rústa ykkur í húsgagni ég man að herra hnetisbjörn hann bara lúsaði glasinu sínu bara á gólfið fann það líka já, fann það líka hvað síðan hvernig var fyndið að vera að brjóta glös hvað að gerast var eitthvað komið eitthvað upp eitthvað þegar fólk var að reyna að sjokka það sem þú varst bara heyrðu, Jesus Christ nei, aldrei þannig fólk er alveg já, við líka útskýrum svolítið fyrir fólki að bara fyrir tökur að mikilvægast í þessu það 1, 2 og 3, við erum að búið til sjónvarp þetta er ekki keppni, þú ert ekki að fara að vinna neitt þannig séð, og auðvitað fyrir kannski góðgerðamál að 1, 2 og 3 að sé hlýja við borðið, því annars þetta ekki skemmtilegt sko. Þannig ef þú ert bara í fílu og bara, þá þetta hundlegar sko. Nei, ég sé fyrir mig sko þegar einhver vinnur sko og þú kemur alveg bífaður upp og komið í keppni sko ég náttúrulega bara er svona þannig næst í kvikindi sko, ég myndi bara alltaf fara í einheltispakkan bara velja mér bara einhvern neitt og bara bomba bara alla leika punktana en þá myndum við missa hlýjuna þá erum við komin út í bara hnefaleika bara þannig að fólk er ekki að fara í svona dirty trick þú gerir þér fyrir það sko, eitt sem var ekkit eðlilega góður í að gera þetta án þess að sko gera þetta eins og ég maður sveppi fyrst sér sko þegar það var með Rikka G sko hvernig er hausin eða svona og það var að svo bobblehead kannski með vass bara hann var það er líka bara einn næsti þáttur sem ég sé sko það fyrstu þátturinn sem ég sé sko hann var ekki dæla góð sko og bara í alveg þið verða alltaf ára með þetta er eitthvað sem það er eitthvað við þetta þegar fólk bara tala svo mikið þetta það lítur svo að vera þetta bara ganga eða þá lengra með þetta koncept og svo framins en það er kannski fólkið að fá alltaf nýtt og nýtt fólk sem er elsta það gæti orðið svona mesta challenge sko endar þessu gíslumarstuð bara Dóri D.N. að koma sjösunum bara það endar þessu henni sveifið það sko en á meðan þetta er allt í lagi að fá kannski þegar þú ert með 29 kannski 21, 4 sem að hafa komið á þá ég fann það líka eins og núna í þessu séri, maður hugsa alveg bara maður hugsa, já, ég bara skil okkur auðvitað tók ég skil okkur Hjörvar Hafliðason að koma aftur þannig að ég held að fólk menni alveg fyrir já, já, þetta er svo er þetta bara eins og ég er alltaf að segja bæði við steinda á fleiri að ef að þátturinn er skemmtilegur þá er enginn sem að hlæra og hugsa svo eftir að samt þá búin að koma át nei, það er líka þetta er bara búið til gott sjón já, eins og þeir eru með 29 og 5 reynda það er ný dýnamík þetta er alltaf öðruvísi sko já, ekki spurning nákvæmlega, þannig ertu við farin eitthvað að huga einmitt þriðju séri, eða það er kannski eitthvað sem gerist bara það er nöfn á blaðið sko, maður er alltaf að maður spáir alveg og fullt af skemmtilegum nöfnum sem er eftir að koma bara ekki spurning þannig að, jú, það er ég hugsa að ef hún kemur ekki næsta hausta þá kemur hún 2027 ég hugsa að það verður önnur sería að banna hlæja hvort það má koma næsta eða ekki það ekki, einmitt og vantalega, í erlendis vantalega búið að prófa alls konar einmitt, eins og þú segir fullt af öðrum konceptum í gangi sem tengja svona banna hlæja það er kannski hægt að já, sér það, hefðu við farið sama format og í Noregi þá væru við með 9, 18, 27 þá getum við gert eða 6 seríur á sama tíma við gerum 2 Wow, það er bara upp á fólksfjöldan sko. en ef ég myndi byrja að drekka aftur myndir þú þá bjóða mér? Ég skal bjóða það bara þá og setja ég vil ekki fara að láta það byrja að drekka aftur nei, það er kannski svona umhverfisins vegna já, ég er ekki að vera gaurið sem að heldi í þig aftur ekki að hafa bakinu
Nei, smart move. Ég er náttúrulega bara að leita mér afsökun ástöðu fyrir að byrja aftur, sko. Já, hvert búin að hætta leikir? Heyrðu, þetta er komið 6 ár. 6 ár, vel gert. Rúm, sko. Já, það er vel gert. 7 ár, sem sagt, 4. júlí á næsta ári. Ég náði mitt nokkrum fyllir í með Tóta ára en hann hætti sko. Tóti var nefnilegt svo leiðilegur, hann var ekki leiðilegur fyllir í. Hann var ekki bara helst að þegar þú varst reyndar áskomin hans yfir striki. Já, ég fór náttúrulega yfirleitt fór í aðstrikinu og svo yfir það sko. Ég meina það var mikið alltaf að hóta einhvern veginn að fara að tala með annað fólk á einhverjum öðrum borðum og svona og alltaf Tóti hættu þessu. Já, ég hætti nú bara að drekka fljótlega eftir ég byrjaði að vinna með Oddi og kannski var Oddi sem vakti millum umsuna bara fórum hérna á Klausturbarinn og drekka bjór og Oddi svo alltaf svo brættir sem að bjórum fjölgari þú varst alltaf aggressívar okay. Þetta var þannig þá var leið þér og Dan eitthvað illa þetta var nýbúð, Klaustursmál á nýbúð og ég var alltaf, ykkur upptökutæki hérna? Það var mjög hassi Leita báru? Já, leita báru Nei, ég held bara, þú veist þú eru alltaf sáfram, þetta eru geggjaði þetta er eitthvað svona að feskast það Takk fyrir það, það er alveg, það er pælingin að halda fram og ég skal lofa þér eða þú ert aðdáandi á þættinum að þetta er að gaman að þessum jólin því að það er sturlað þáttur Það er jólin hjá Oddi jólin Það er jólin hjá mér Bannalægjum jólin 17. desember Vá, þetta er búið að vera ekkert eðla gott að fá þig Herðu bara, illa það er þetta að sitja mér liður í rauninni ekkert bara eins og að vera að taka upp þetta er bara svo að sjómaslættir Silla spjall Fíla Er það frábært? Það ekki Er eitthvað annað? Ætli að koma með leynilöku 2? Það er að skrifuna Það er að skrifuna? Já, búið að vera í smá tíma Það eru ógeðslega skemmtilega atriði handritið á leynilöku 2 í dag er mun fyndnar en handritið á leynilöku 1 og hún verður líka að vera því að núna er svolítið í element og surprise og það allt farið þannig að hún þarf að vera fyndnar en það eru þarna það er pælingin en svo bara eins og veist með íslenska kvikmyndir eða bara kvikmyndir yfirleitt það tekur tíma að fá fjármögnun við erum að skrifa núna og svo erum við nokkuð styrk við vissum alveg það gengur ekkert að býða eftir því Nei, það er líka, þetta er nú sagt á sko, sem að mér finnst svona fráhrindandi kvikmyndagerð, sko, þetta tekur alltaf ógeðslega langan tíma, ég er mjög óþolinmóður sko. Og líka bara út í tökum, þú gerir ekkert annað en að býða sko. Nei, nákvæmlega En, eins og bara í leynilöku 2 sko, Pétur Jóhann er eineggja tvíburabróðir Rúriks og koma að herna, svo að trúr enginn hans í tvíburabróður svona að brjálaðir á því sko Það er fullt svona ógeðslega Þetta kemur þegar kemur Það er gott að vita að þessi verið að vinna í því Já, ég svona þekkjandi okkur Hannes og fleiri þarna í þessu verkefni þá hættu ekkert fyrir að það kemur út Þannig að það brjála að gera Hannesi Hann er að gera nýja mynd Einmitt, akkurat Það er sko með Steindaðan Ég held að Steindi sérlega ekki Það síðast með þér Það var geggjað að fá Hannes Hann er bara einn af okkur mest svona bara spennandi og líka dugleg Það er sem ég dýrkaði hann er ógeðslega metnaðarfullur fáránlega dugleg Vinnum við vel saman Það er ekkert sem að ég bara ber meiri virðingu fyrir metnað Einmitt Það er gaman að vera með ummaninn þannig fólki sem að bara lætur hluti gera Hann er svona slagur sko það er ekki, metnað kemur oft út líka í hroka og svona sko hann er svo sultu slagur og ég er að tala metnað, hann situr bara heima á sér til 5 nótt að klippa ykkur og senu á þannig að 5 krakkan í leikskóla þegar hann er ósáttuð þannig að algjör toppmaður við náum vel saman þannig að, það er og svo er að koma núna líka eftir áramót ný sería af tónlistamönnunum okkar Það erum að klárum vonandi núna í janúar Það er góður hópur það er nokkri sem ég ætla að fá í fyrstu séri Við erum með Emilínu Turini, Pálu Rósinkrans Stebba Hilmas Jóhannu Guðrúnu, Frikka Dór og svo erum við með mínus hljómsveitina fyrsta sinn sem við erum með heila hljómsveit Þannig að þetta er fjölbreytið sko. Emilínu Turini alltaf geggi og svo bara Pálu Rósinkrans sko, ég mann ég heyrði fyrst eitthvað lag með Jettval Hljó bara í útvarpinu og ég bara, tjóðlega er þetta gott og bara þetta hljóta var útlendingar sko ég þurfti bara að selja mér þá hugmynd þetta verið íslensk hljómsveit Ég er bara nákvæmlega samastað Fáránlega Mikill aðdáandi sko og þegar eiga líka lög ég spurði hann einu viðtalinu bara hefur einhvern dottið í huga selja lögin eitthvað hvað mennar þau? Þá var ég bara að meina þú veist að því að þeim nennir sig ekki lengur þú gæti tekið bara að vera að koma einhver bara svona rockhljómsveit í Bandaríkjunum eða eitthvað Bretlandi bara herðu hérna takið bara Higher and Higher og Freedom og þessi lög og þú mátt kaupa þau Þegar þetta er ekkert eðlilega flott lög Fáránlega góð Þannig en hann var ekki alveg skrítið spurning Róttur, bara að slúta þessu Það er ekki bara Það var geggjað að fá þig Það er bara heiður og komadrekkir og sorry hvað það tók langan tíma Nei, það hafðist Þetta er bara eins og búið til litla bíómynd sko Já, tökur tíma, það er hefst Svo bara verið geðað að fá þig aftur ekkert bara við tækifæri Þið er bara bjalli, ég mæti Tveir á toppnum er í samstarfi við Aðalskoðun
Aðalskoðun býður hlustendum tveggja á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun með skoðunastöðvar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur.